Daði, erfitt tap hérna á móti KF, svona fyrstu viðbrögð? Bara virkilega svekkjandi, skilur mig. Það var stór leikur fyrir okkur og við settum á þannig upp. En bara kredit á þessa KF-stráka, sko. Ég eins að fyrir öllum okkar undirbúning, skilur. Þetta allt strákar sem kunna körfubolta og þeir eru svona spila á svona pressulaust og þeir gera mjög vel í seinni leik, sko. Þeir taka hann eitt og þeim. Það líka svona hjá okkur að kannski þannig að þegar svona gerist, við fáum nýja mennin að það verður svona ákveð svona hlutverkaskipanin að breytast og menn kannski svona sem búin að vera ykkur hlutverk, ég veit ekki alveg hvernig þeir eru að díla við það og það líka eitthvað sem ég þarf að gera betur, skilur, að það gera kannski betur fyrir þennan leik að svona setja menn á réttu staðina, sko, ég verð að geta horft í það jákvæða, sko, skilur mig. Það var margt positíft, sko, sérstaklega þá varnarmegin sem hefur verið mikið hlutverk hingað til. En sóknarlega var mjög dapurt hjá okkur í dag, sko. Þið eru hérna 10 stigum yfir í hálfleik. Hvað er að gerast í seinni hálfleik? Við bara byrjum í raun og veru, boltaflóðið verður talsvert minna, sko. Og þeir í raun og veru bara að spila upp á að loka teignum, skilur mig. Þeir eru með 5 gaur í teignum og við erum senir að koma boltanum frá okkur á réttum tímum, sko. Svolítið þannig. Leikurinn var svona fjara frá okkur, var ekkert pælt í innbyrðis? Jú, við tölum plus mínus svona, skilur mig. Það var bara svo, hvað það var hérna í lokin, skilur mig. En já, núna erum við erum að gera okkur ansi erfitt fyrir með Davidsson-leik. Og við þurfum að vera bæta fljótt. En nýju mennirnir Aron og Isaiah, hvernig líst þér á þá svona í framhaldinu? Já, bara ég veit svo sem alveg hvað Aron kemur með að borðinu, skilur, og bara ánægður með hann í dag. Isaiah var flottur í þessu leik, en sem að vinna leiki, skilur mig, það sem það snýst náttúrulega í lok dagsins. Og já, en svona fórum við að losa sæti, stóðu sér vel báðir. Takk fyrir.